Góða kvöldin og velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi, 23. nóvember. Það mánuður og einn dagur til jóla og það var svolítið vetrarlegt í dag í Reykjavík. Það ekki hægt að ljúga neinu haust upp á þennan dag, það bara komið vetur og verður það líklega svona næstu 5 mánuðina. Það langi vetur hér, það svo við sjáum votta vori. En sólin mun nú rísa aftur og við höldum jólin og það margt sem að gleður okkur. Og í dag þá var það sem að glæddi okkur helst að það hafi búið að sitja þing eftir langan dimman vetur. Og til að ræða þingið og stjórnmálin og svona stöðuna í samfélaginu eru hingað komin góðgestir. Það Helga Vala Helgadóttir sem einmitt þingmaður. Nýkjörinn þingflokksformaður Samfylkingarinnar, ef ég tók það rétt eftir. Sonja Þorbergsdóttir, hún formaður BSRB, bandalags starfsmanna ríkis og bæja. Ég veit ekki hvort það sé notað ennþá eða hvort það heitir bara BSRB. Bara BSRB. Og svo einn formaður enn, það Ragnar Þór Ingólfsson. Hann formaður VFR sem ég skilt að heiti ekki lengur Verslunarmannafélag Reykjavíkur, heldur bara VFR. Kannski Samfylkingin eigi heita bara S. Það verður í anda þessa. Herðu, en Helga Vala, þú varst niðri á þingi. Já. Og þetta lengst hlé frá kosningum fram að þingsetningu síðan 1987. Þá gekk mikið á. Þá var búið að kljúfa Sjálfstæðisflokkinn og hinnir Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að taka Alþýðuflokkinn með sér sem að þá hafði gengið í gegnum svona ákveðnar breytingar. Ég held að það hafi verið svona frekar róttæk kosningar bara þetta hjá Alþýðuflokknum í þessum kosningum. Þetta var hverjir eiga Ísland stemmingin. Það var svona róttæk stemming. Það var allavega allt í tjáatundur í þinginu. Það tók langan tíma, en núna tekur eiginlega jafnlangan tíma að setja saman ríkisstjórn sem að búið að sitja í 4 ár. Var þetta eins og vor eða var þetta eins og að ganga inn í lengri vetur, framhald vetrar, Helga Vala? Sko, það þetta ýmislegt sem að hafa áhrif á þetta upphaf. Í fyrsta lagi þessi kostulega staða varðandi kosningarnar og umhirðu kjörgagna í Norðvesturkjördæmi. En það samt í rauninni bara verkefni sem að þarf að leysa svona á hliðarlínunni. Risastórt verkefni, mjög stórt og grafalvarlegt. En ætti í rauninni ekki að kássast mikið upp á pólitíkina. Það sem að vakti athygli mína, nú ég að fara inn á mitt annað kjörtímabil og hefur þetta oft verið bara hér út á Austurvelli svo sem þegar þing sett, þessi ofboðslega ládeyða sem að yfir pólitíkinni. Segðu mér eitt, Helga Vala, var mikið af fólki á Austurvelli þegar var að setja þingið? Voru einhverja mótmæla eða voru það bara þið og löggurnar? Nei, það var bara ekki kjaftur á svæðinu. Og ég hafði orð á því við einn ágætan kollega sem þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem hefur staðið vaktina sem lögga sko. Ég sagði já, ég ætlum kannski að fara að fjarlægja þessi grindverk sem eru allt í kring því að það virðist vera sem öllum sé alveg nákvæmlega sama hvað að gerast hérna. Og mér finnst það pínu dapurlegt, verði ég að segja. Ég ekki að segja að ég fagni því að það sé allt logandi í mótmælum, en mér finnst dapurlegt þegar að almenningur hefur svona lítinn áhuga á stjórnmálum og því sem að gerast niður á Alþingi, því að það bendi til þess að traustið fari einhvern veginn minnkandi. Og virðingin fyrir lýðræðinu og því afli sem að Alþingi ætti að vera. Og ég held, svona svo ég keyri bara af öllu afli inn í pólitíkina, þá held ég að þetta geti líka helgast af þessu fullkomna áhugaleysi stjórnarflokkana sem að eru að möndla við að slá saman stjórnarsáttmála þessa dagana. Þessu fullkomna áhugaleysi stjórnarflokkana á Alþingi. Og því starfi sem þar fer fram. Þeir telja sig ekki þurfa að gefa ykkur svona skýrslu neitt, ekki sóttvarnar aðgerðir, ekki bara svona stjórnmálaástandi, það verið svo sem eðlilegt held ég, það væri bara almenn umræðu stjórnmálaástandi fyrst að var verið að kjósa þetta þing. Já, það eru þetta fjölmörg mjög mikilvæg verkefni sem að bíða okkar. Við erum að tala þetta kjaramál alls almennings
vaxtahækkanir sem hafa bein áhrif á kjör almennings. Við erum að tala um sóttvarnaraðgerðir sem hafa líka bein áhrif á kjör almennings sem verður að ræða. Við erum að tala um sölumílu sem við þurfum að bregðast við ef við ætlum að bregðast við yfirleitt og ýmislegt annað. Þannig að það ekki eins og það sé ekkert sem við ættum að vera að ræða hérna. Og þessar aðgerðir sem var ákveðið að grípa til í COVID á að framlengja þeim eða eiga þær að svona renna út. Þannig að það ýmislegt sem þarf að ræða hérna. En sem dæmi áhugaleysi á þinginu að þá algjört áhugaleysi virðist líka vera hjá leiðtogum ríkisstjórnarflokkana á yfirleitt bara þingliðinu og það skiptir í rauninni engu máli hvort það stjórn eða stjórnarandstaða að gefa okkur skýrslu, okkur eru þá bara allir þingmenn, hvort sem að ræða stjórn eða stjórnarandstaða, þau eru bara 3. Það magnað að fylgjast með samanburðinu við til dæmis Þýskaland, þar sem að stjórnar forystan, hún býður átekta eftir niðurstöðum úr vinnuhópum sem eru 20 talsins að smíða málefnalegt samstarf þeirra flokka sem nú eru að taka við völdum þar. Hér fáum við þau skilaboð að það séu 3 sem að sitja í þessa fundi og þau ætli að hafa stjórnarsáttmálann stuttan og mögulega tímabundin og alls ekki blanda neinum öðrum ráðherrum eða öðrum þingmönnum inn í þá vinnu. Þannig að maður svona veltir aðeins fyrir sér hvert við erum komin. Það alveg augljóst því að þetta venjulegum kringumstæðum að það væru fleiri sem að taki þátt í þessu og þá myndi þetta leka, þá værum við með einhverjar svona fréttir að svona hvar átökin helst liggja. Við getum svona getið til þess að sé eitthvað í virkjun á hálendinu og hverjir eiga að fá heilbrigðisráðuneytið og eitthvað svona, en það ekkert sem að þetta bara þau 3 sem að taka þetta eins og þau hafi bara erft Ísland og séu bara að ganga frá erfðum. Þetta þetta ekki lýðræðislegt. Nei, og svo maður velti fyrir sér þessum fjárlagafrumvarpi sem að koma hérna. Já, okkur var tilkynnt þingflokksformönnum að kæmi hérna 7. des, okkur tilkynnt það í síðustu viku og það var svo borið tilbaka bara samdægus af forsætisráðherra sem sagði að það yrði miklu fyrr. Núna fáum við einhverjar spurnir af því að mögulega komi það í næstu viku en að það sé ekkert endilega víst að ríkisstjórn verði þá komin og muni leggja það fram. Mögulega verði þetta bara einhvers konar frumvarp sem enginn leggur fram. Maður svona Bjarni hlýtur nú að leggja það. Ég svo pínu hugsi yfir þessu metnaðarleysi. Og svona litlu virðingu fyrir lýðræðinu og þessari mikilvægu stofnun sem ég sit hérna inn í núna. Þetta svolítið svona dapurleg mynd af þingliðinu að labba inn í dómkirkjuna, umkringd löggum og enginn sem nálægt þungbúinn himinn og hálfgerð slitta og þingkonan hugsar að það væri nú skárra ef einhver nefndi allavega að kasta í mig eggi eða sletta á mig skyri til þess að sýna einhvern áhuga. Já, þetta auðvitað ekki allt alveg ömurlegt af því að á sama tíma þá erum við auðvitað búin að sitja og undirbúa þingveturinn og næsta kjörtímabil og hvaða mál við viljum leggja áherslu á. Ég kannski að lýsa svona þessar birtingamynd sem að mér finnst einhvern veginn koma fram hérna í dag af hálfu ríkisstjórnarflokkana. Ég meina, við erum búin að vera að funda með alls konar fólki og vera að halda hérna vinnudaga og fara út úr bænum og svona gera ýmislegt til þess að svona bæði undirbúa okkur og koma fram með ýmis góð mál. En eftir því sem þetta dregst þá fer maður líka að skoða bara dagatalið og svona hvernig þetta kemur til með að líka út fram að áramótum, sko. Þannig að ég var að hlusta á útsendingu í dag. Ég var að hlusta á útsendingu í útvarpinu í dag, þar sem að vera að fjalla þingsetninguna, þar sem að voru svona útvarpsmenn svolítið svona yberhressir að vera að ræða við kokkinn í Alþingishúsinu og skrifstofustjórann og reyna svona að búa til einhverja svona stemmingu og þetta var svolítið svona, mér kemur ekkert óvart þessi lýsing hjá þér sko, því að það hljómaði svolítið þannig að það væri verið að reyna eins og að blása einhverju svona mikilvægi og spenning í kringum þessa þingsetningu sem að bara var ekki þetta sko. Já, og kannski þetta líka einhver væntingastjórnun, kannski þau bara svona klók, sko,
að reyna að láta okkur dempa þetta allt niður til þess að það séu í rauninni engar væntingar fyrir því sem að koma skal. Ég veit það ekki sko. Ef svo þá gengur það ágætlega, að minnsta kosti ef ég tala daginn í dag. Svo kemur á glimrandi fjárlagafrumvarp í næstu viku sem að tekur á þessum stóru málum sem við erum að fást við, velferðarmálin, húsnæðismálin, heilbrigðismálin. Þetta eru gríðarlega stór verkefni sem að verður að takast á við og þá kannski verður þetta allt málið stórbrotið. Hver veit? Jæja, væntingar, Sonja, hvaða væntingar hefur þú til þessa þingvetrar? Hvað myndir þú vilja fá út úr starfið þingsins og ríkisstjórnarinnar svona fram til vors? Já, mér langar kannski að taka undir með Helgu vilja af því það er þetta, ég held að væntingarnar eru mjög miklar og það sem við þetta söknum eins og hjá BSRB og ég hugsa að Ragnar taki undir með mér að umræðan lítið sem ekkert vinnumarkaðsmál en það þetta þannig að það að losna kjarasamningar á almennum vinnumarkaði í kjölfar og opinberum og það þýðir vel ekkert að koma svona seint með aðgerðir eins og hlamis var gert síðast að það ætti að rykka upp húsnæðismálum á mjög skömmum tíma og svo hvað gerist, hver niðurstaðan, við erum ennþá alltaf í sömu umræðinni, það skortur á húsnæði og sem að leiði til hærra verðlags og svo framvegis. Það sem við þetta svona, já, ég veit ekki eins og hvernig maður orða það, en það svona smá óttablanda væntingar í kringum heilbrigðismálin, hvað verður þau og hvernig þeim verður stýrt. Þetta eru mjög ólíkar áherslur milli ríkisstjórnarflokkanna þar og raunverulega bara alveg lengst til vinstri og í miðju og framsóknarflokkurinn með möguleika á að skoða frekar kosti einkareksturs og svo þetta sjálfstæðisflokkurinn sem sér ekki því til fyrirstöðu. Þó umræðan kannski aðeins breyst þarna í aðdraganda kosninga þá átti ekki að fara einkavæða allt eins og maður skildi það en við höfum þetta stórar áhyggjur af hvað verður þennan málaflokk og ég held að aðeins vantar líka inn í umræðuna þegar stundum svona gefið til kynna að kjör heilbrigðisstarfsfólks að þau myndu mögulega batna ef það væri einkavætt og þetta auðvitað stóran hluta til kvennastéttir og það ekkert sem að bendi til þess að kjörin yrðu betri. Það þetta einkareknar stofnanir í dag og þá eru bara nákvæmlega sömu laun að mestu leyti til eins og hjá hinu opinbera. Þannig að svona sú röksemd að hún heldur ekki en það sem við höfum stærstar áhyggjur af núna þetta hvernig álagið á fólki innan heilbrigðiskerfisins og það sem við höfum verið að benda á líka að þegar þú ert að hlaupa svona hratt í svona langan tíma og þá þetta mun það skila sér í einhvers konar langtíma afleiðingum og það verður ekki gripið inn í að hvað gerist þá. Þannig að stóru póstarnir sem við núna horfa til svona út frá pólitíkin heilbrigðismálin og húsnæðismálin. Svo myndum við gjarnan vilja fara að taka upp betra samtal eins og varðandi menntamálin út frá framtíða vinnumarkaði en líka hvernig við ætlum að tryggja fólki menntun út frá breyttum störfum sem að tengist loftslagsmálum. Það alveg ljóst að störf munu breytast. Það hefur verið ofsalega rík áhersla á sem að sumir kalla formlega menntun en það náttúrulega líka formlega menntun innan vinnumarkaðskerfisins raunverulega á bara framhaldsskólanám og háskólanám en það er búið að benda á það núna í meira en áratug mikilvægi þess að fólk sé í stöðugri sí- og endurmenntun og auðvitað eigum við okkar fræðslustofnanir innan vinnumarkaðarins en það sem að skortir kannski líka svona sín stjórnvalda og stuðningur við þetta kerfi að mörgu leyti en síðan náttúrulega bara svona kjörin heilt yfir og þarna í rétt fyrir kosningar að þá skiluðu stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins saman skýrsla sem var lagði fram tillögur endurmat á störfum kvenna og ég náttúrulega ber miklar vonir til þess að það verði stórt atriði í stjórnarsáttmálanum svo ég nefni einhver dæmi stikla á stóru. Stórt atriði í mjög litlum stjórnarsáttmála það verður bóðan að verði mjög stuttur og verði bara þau atriði sem að þau eru algjörlega sammála en að þú nefndir heilbrigðismálin þá svona það sem að svona hangir í loftinu helst sem að gæti verið breyting að heilbrigðisráðuneytið verið fært yfir til Sjálfstæðisflokksins að það verið niðurstaða kosninganna að við fáum sömu ríkisstjórn nema með þeim breytingum að ráðuneyti Sigurðar Inga fitni aðeins og svo fáum við sjálfstæðismenn heilbrigðisráðuneytið. Finnst þér þetta að vera svona
í anda þess sem hefur verið svona krafa þjóðarinnar í aðdraganda þessara kosninga, svona að Sjálfstæðisflokkurinn fengi heilbrigðisþjónustu? Nei, mér finnst það blasa við og miðað við okkar kannanir að þjóðin, hún styður ekki frekar einkavæðingu. Og það er náttúrulega líka mjög rík krafa og það eru nærri 90% sem að krefjast aukin fjármagns til heilbrigðisþjónustu og það virðist vera svona, þegar maður hlustar á pólitíkina, fólk sé ekkert endilega ósammála þessu, en þá einmitt spurningin sko, ok, það er aukið fjármagn, en í hvað formi verður það? Og það sem við höfum líka áhyggjur af er að þegar við vitum það að það er verið að einkavæða og þá missa stjórnvöldur möguleikann til þess að stýra þjónustunni og samhæfingu hennar og sömuleiðis þá að það eru möguleikar á að það einfaldlega bara aukist kostnaðurinn. Mér fannst mjög lítil umræða það þó að margir væri að benda á vanda sem felst í skort á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, en það var svona mjög lítið lausnir þar og til dæmis þetta að það er náttúrulega, einkavæðingin er ekki að fara að bjarga því vandamáli, því vandamáli eru þetta að fólk vill ekki endilega starfa hvar sem er og byggja upp þjónustu af því að hún gefur ekki nægilega í hönd. Þannig að mér finnst það hafa verið rof á milli þess sem að þjóðin hefur sett á oddinn varðandi heilbrigðismálin og það er ljóst að heilbrigðismálin voru efst á baugi en mér finnst mjög svona, að vantar bara skýr svör það hvert þau ætli sér þá að stefna og ég gerir ráð fyrir að til dæmis samtalið milli flokkarna þriggja hafi tekið svona langan tíma vegna þess og þar aftur auðvitað vonumst við eftir því að það sé eitthvað svona skýr stefna í stjórnarsáttmálanum. En ef maður er að ráða í svona umræðunar í aðdraganda þess að stjórnarsáttmáli verði kynntur og ríkisstjórnin kynnt, þá er þetta eiginlega svona eitt sem er eitthvað mest áberandi, að það er svolítið hart sótt að svona stjórnun Landspítalans og heilbrigðiskerfisins. Það er fullyrt af stjórnarliðum að það var ekkert alltaf peninga, sko. Við erum búin að samþykkja að því við megum fá alla þá peninga sem eru, það er bara einhver óstjórnandi inni sem að veldur því að það sé ekki búin að leysa þetta. Þetta er svona eiginlega gegnumgangandi svona áróður sem hefur verið frá ráðurum, þingliði stjórnarflokkana og alveg inn í sko viðskiptaráð og SA og svona bakland Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er eitthvað svona mitt gamla fréttanef segir að þarna er eitthvað svona, þarna hangir eitthvað á spýtunni, sko. Menn er ekki að fara út í svona áróðursherferð nema að menn hafi einhverja væntingar að uppskera eitthvað, sko. En þá er einmitt spurningin hversu mikið sko Vinstri græn og Framsóknarflokkurinn nýtir á móti þessu og ég svona átta mig ekki alveg á því einmitt að því að segir raunverulega þarna í hvað heitir þetta, kosningaáherslum Framsóknarflokksins, þetta atriði raunverulega að þau vilja skoða kosti einkavæðingar en mér svona skort á dýptin á umræðan og það var kannski líka það sem að margir komust upp með í aðdraganda kosninga var að þetta fór ekkert á dýptina og svona eins og þú segir að núna er umræðan einhvern veginn svona aftur komin í þessar svona fyrirsagna stíla eins og það sé einhverju öðru að kenna en það segir svo þetta sjálft að þegar að stofnunin er búin að vera vanfjármögnuð í áraraðir að þá þetta er ekki hægt að reka hana með nægilega góðum hætti og það hefur þetta margoft verið bent á það að þetta eru, hvað maður segir, þetta eru eins og tvær víddir. Eða í opinbera, þá raunverulega fekk bara fjármagn til þess að framkvæma eða framfylgja þjónustunni hjá sér og það fær ekki neina umbun fyrir að gera neitt meira. En í einkarekstrinum að þá færðu greitt fyrir hvert verk og ég átta mig á því að það er verið að reyna að fara í endurskoðun á þessu. En það sem við höfum áhyggjur af er að það sem að fylgir svo gjarnan svona kostnaðarmódelum eins og að fara innleiða á Landspítalanum er að það er ekki tekið inn í þetta atriði hvaða skiptir miklu máli tíminn sem verð í þjónustuna og sérst einfaldlega bara fá tíma til þess að sýna fólki samkennd og leyfa því að segja frá atriðum og þetta hefur líka verið rannsakað mikið innan hagfræðinnar og af því að ég man ekki alveg svolítið síðan ég las þetta bara til bókum þetta sem að fjallar þessa vinnu og ef ég man það rétt þá er þetta eitthvað svona 30-40 sekúndur viðbót á hvern skjólstæðing svo þarf þetta verja í viðbót raunverulega og þá ertu að fyrirbyggja frekari eftirspurn eftir þjónustu. Þá ertu bara búin að hlusta og þú getur greint og þú getur boðið upp á úrræði og í staðinn fyrir að viðkomandi þessi ítrekka að koma aftur og aftur. Ég tengi svona þessu vita, ég var svo heppinn að ég fór í sjúkraþjálfun inn á Borgarspítala
en svo náttúrulega dugði það bara ákveð tíma og svo fyrir sjúkraþjálfun út í bæ og það þessi munur akkurat, sko, að það bara út í bæ að þá þetta bara einhverja 20 mínútur sem auðvitað fær og þá bara næsti en inn í sjúkraþjálfun í borgarspítala þá var maður svona gangin í eitthvað svona heim þar sem maður sko mann var sinnt, sko. Ég veit að þetta ekki stórt dæmi, þetta bara persónulegt dæmi sem að ég tengdi við þetta sem þú ert að segja. Líka mjög sterkur punktur hver ætlar að bera ábyrgð á sko fyrirbyggjandi aðgerðum, þú veist. Ég meina, þú veist, þú græðir ekki á því, þú veist með einkarekstur. Sonja, áður ég spyr Ragnar, má ég spyrja það einu, BSRB almennt og yfirleitt andsnúið einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu? Sko það segir stefnu BSRB að við höfnum frekar einkavæðingu og það sem að við, og kannski svo hefur orðina líka aðeins breyst og það sem að við erum á móti þá hagnaðardrifinni starfsemi. Þú veist, það eru þetta til fullt af félögum eins og við þekkjum og ef við förum bara yfir í öldrunarþjónustuna sem að eru með starfsemi sem ekki hagnaðardrifin og við höfum stutt það, en það sem að líka við finnum og maður fer aðeins yfir í sko kjara þáttinn af þessu, að þá þetta ekki nægilega gott skipulag og svo við heyrum alveg líka hvernig framkvæmdastjórar hjúkrunarheimila hafa talað í gegnum tíðina eins og það fylgir ekki nægilegt fjármagn og svo framvegis og þá maður áhyggjur af því að það sé raunverulega ekki nægilega yfirsýn til þess að fylgja þessu eftir og raunverulega bara tryggja mannsæmandi þjónustu. Og kerfið séu vitlaust sem að hefur verið svona smíðað í kringu sjúkratryggingar og svona sem að enda búið til síðast Sjálfstæðismaður var í heilbrigðisráðuneytinu, ég held að þetta sé verk Guðlaugs Þórs sjúkratryggingar og það svona markaðsvæða hið opinbera heilbrigðiskerfi að búa til kaupanda þjónustunni og eitthvað fleira. Ég held að þetta hafi verið verk Guðlaugs Þórs. Herðu Ragnar, það svo jólalegt og stuttu jóla, ég held að spyrja þig líka bara hvers óskar þú þér af þessu þingvetri? Já, það nú erfitt að segja. Ég nú ekkert sérlega bjartsýnn fyrir hönd kjósenda og þjóðarinnar. Ég held að kjósendur og þjóðin öll að verða fyrir gríðarlegum vonbrigðum þegar að ný ríkisstjórn tekur til starfa eða við tímann sem búið að setja í þetta, þá held ég að svona mín tilfinning sú að uppskeran verði heldur rýr og ekki neinu samræmi við svona loforðin og orðræðina í aðdraganda kosninga eins og við erum svo sem vön, við náttúrulega þekkjum ekkert annað íslenskir kjósendur heldur en að vera hafðir af fíflum. Það að segja, það öllu fögru lofað og svo allt annað gert. En það sem að ég myndi kannski segja svona kannski ef við horfum á stöðuna framundan að þá erum við í svolítið erfiðri stöðu. Við heyrum áróðurinn, hann komin á yfirsnúning hjá sérhagsmunaöflunum, það að segja að aukin verðbólga og staða sé alveg hrikaleg, fyrirtæki þola ekki frekari launahækkanir eða geta ekki staðið undir hagvaxtarauka eða þeim samningi sem eftir og sömuleiðis að verðbólgan og stýrivaxtahækkanir séu afleiðingar kjarasamninga sem gerð voru hérna árið 2019 og þar fram eftir götunum og þó tölur og staðreyndir tali í allt aðra átt og segja allt aðra hluti að þá þetta byrjað og með stuðningi stjórnmálamanna, til dæmis nýkjöruna þingmanna Sjálfstæðisflokksins og sömuleiðis seðlabankastjóra og ekki það að við í verkalýðshreyfingunni erum ekki svo sem alvön því að fá á okkur svona orðræðu að þá byrjar þetta svolítið snemma myndi ég segja, fyrr heldur en oft. Það hefur svona oft gerst í svona aðdraganda hækkana en nú svona, má segja allir samningurinn sé undir. Og sömuleiðis líka sem að gera þetta stöðuna mjög erfiða fyrir stjórnvöld sérstaklega að þau muni fara inn í mjög erfiðan kjara vetur, það sé ekki núna heldur næsta, það sem að ég sé ekki að það sé grundvöldu fyrir því að það sé hægt að gera þríhliða samkomulag eða samning við atvinnurekendur með aðkomu stjórnvalda, það sem að vanefndir stjórnvalda í kringu lífskjarasamningin eru bara einfaldlega svo alvarlegar og miklar í svo stórum málum að það verður ekki hægt að gera viðlíka samning nema ríkisstjórnin
byrja á því á sínu fyrsta starfsári að klára þau mál sem út af standa og ég get ekki séð að ríkisstjórnin muni hafa nokkurn áhuga á því miðað við hvernig hún hegðaði sér á síðasta kjörtímabili. Það er að segja, Sjálfstæðisflokkurinn hélt stóru málunum í algjörri gíslingu, hélt leiguverndinni þannig að hún komst ekki í gegn, verðtryggingin eða fleiri stór mál og þetta var gert svo, hvernig ég orða það, þetta var svo mikil ásetningur í þessu að vinna gegn þeim loforðum sem að ríkisstjórnin hafi gefið til þess að styðja við þessa samningu og lífskjör almennings að það var rauninni bara ofsalega dapurlegt að horfa upp á það og tala ekki að segja frá því. Þannig að staðan verður mjög erfið fyrir ríkisstjórnina og hún mun þurfa að réttlæta það fyrir kjósendum og almenningi í landinu þegar kemur að því að skipta reikningnum fyrir COVID-kreppunni. Segja okkur það að hér þurfa að skerða niður þjónustu og selja innviði og rauninni borga fyrir þann stuðning sem að fór nánast meira og minna til fyrirtækja, íslenskra fyrirtækja og stórfyrirtækja, á meðan almenningur var látið taka út séreignarsparnaði sinn til þess að standa undir sinni kreppu. En Ragnar, þetta lá allt fyrir síðustu kosningar og stjórnin fékk bara aukið umboð til þess að þetta áfram. Það lá fyrir að þau sviku leigjendur. Þau aðgerðirnar þeirra, efnahagsaðgerðirnar voru fyrst og fremst til mjög stóru hluta til fjármagns- og fyrirtækjaeigenda. Þau voru búin að selja Íslandsbanka gegn vilja meiri hluta landsmanna miðað við kannanir. Ég meina, svo var kosið og það kannski veit enginn hvað var kosið, hvað þessar kosningar snerust raunverulega, því að það voru kannski engin svona sérstök stór mál sem var verið að glíma um. En því að þú ert að segja það að ríkisstjórnin þurfa að passa sig, þetta er eiginlega frekar dæmi það að hún þurfis bara ekki að passa sig Já, ég kannski ástæðan fyrir ég nefni þetta er kannski fyrst og fremst að ég velti fyrir mig hvenær þolinmæði þjóðarinnar þrýtur og þetta hefur verið svolítið þannig að eins og gerist til dæmis í aðdraganda Panama-skjalanna að það var búið að byggjast upp mikil óánægja að það er þegar kemur þessi dropi sem fyllir mælinn gagnvart eins og þessari grímulausu hagsmunagæslu stjórnarflokkana við sérhagsmunaöflin og sérhagsmuni almennt, hvort sem að sé sjávarútvegurinn eða annað. Við erum að horfa núna á söluna á Mílu, við erum að horfa á tryggingafélögin eru byrjað að tæma bótasjóðina sem eru klárlega, eru bara klárlega eign viðskiptavin með þessara félaga. Þetta er bara oftekin álagning. Sömuleiðis líka að bankarnir eru að fara að greiða sér út arð og hafa verið reknir ævintýralegum hagnaði. Vextirnir eru að hækka. Við vitum það bara til dæmis núna í nóvember, þá hafa allir heilsalar og allir innlendir framleiðendur eru búin að tilkynna 4-8-9% verðhækkanir út af erlendum hækkunum, hrávörurshækkunum og eldsneytishækkunum og bara þessum ytri aðstæðum sem hafa skapast út af COVID. Og það eru annað eins í pípunum bara í desember sem eru svona frá 3-6% hækkanir út af frekari hækkunum. Og svona mun þetta ganga líklegast inn á næsta ár. Þannig að okkar félagsmenn og almenningur í landinu mun finna gríðarlega fyrir því og nú þegar farið að finna fyrir því hvað vöruverðið mun hækka hér, sérstaklega á nauðsynjavöru. Leigan er að hækka, nú út af stýrivaxtahækkunum þá munur lánun okkar hækka eða hjá flestum þeim sem hafa ekki festu vexti. Þannig að þegar þetta byrjar að bíta fyrir alvöru og við höfum verið að vara við þessu, við höfum verið að hvetja stjórnvöld eða að reyna að ná einhverju sambandi við stjórnarflokkana sem er bara uppteknir í að skipta með sér verkum
og að taka bara sinn tíma meðan allt brennur hérna, að við höfum verið að benda á það að lækka virðisaukaskatt eða afnema tímabundið á nauðsynjavörum, lækka olíugjaldið tímabundið til þess að reyna að minnka þrýstingin á vísitölun og svo áttu verðbólgu. Auðvitað voru kjósendur blekktir og það sýnir sér rauninni bara hversu óbúðslega sterk öfl á bakvið svona þessi lykilöfl í íslensku stjórnmálum sem bæði fara með stærstu miðlana og virðast hafa alveg gríðarlegt svona dagskrárvald í íslensku umræðu og það er eitthvað rétt eins og segir, ég held að þú veist að á endanum snerist þessi kosningabarátta meira og minna eiginlega ekki neitt, þetta var svona vissi ekki eiginlega hvaðan á sig stóð veðrið. Og hún snerist einmitt ekki neitt, það var ekki best að gera bara ekki neitt, sem að var eiginlega slagorð Framsóknarflokksins, ekki bara best að gera ekki neitt. Ekki bara best að hafa þetta eins og þér. Já, þess vegna held ég eins og segja að smá saman, svo erum við að gangi gegnum þetta COVID. Ég meina, ég fekk sjálfur COVID og ég var einangrun í 2 vikur, svo sem að gera voða lítið, það snýst allt að reyna sinna vinnu og heimilu og halda þetta allt. Börnin mín eru búin að fara held ég 3 eða 4 sinnum í sóttkví, svo þegar ég var nýbúin í einangrun þá greinist dóttir mín með COVID, yngsta, þannig að og nú hún á aðra viku, við erum við erum bara ekki með, held ég alveg hausinn við kannski pólitíkin og allt þetta áreiti sem henni fylgir í kringum okkur. Það er nú ekki alveg rétt hvað snýr að þér, Ragnar, vegna þess að þú komst þetta til mín þegar varst í COVID og þá varstu búin að skrifa grein í COVID-inu eiginlega hrun efnahagslífsins, þannig að það var ekki eins og þú værir í COVID ekki að hugsa pólitík. En mér langar aðeins að spyrja það einu, hérna, að þið út að lýsa þessu. Nú hækka verð og það koma jól og verðið hækkar og svo hækka verðbólgan og það hækka vextirnir og þau bíta mjög fast þá sem eru með óverðtryggða vexti á breytilegu vöxtum. Og þá mun seðlabankastjóri og þá mun Halldór Benjamín og þá mun viðskiptaráð og þá mun Sjálfstæðisflokkurinn og þá mun ríkisstjórnin segja það þýðir ekki að benda á mig, þið verður bara að tala við Ragnar og Sonju sem að sömdu með þessar glórulausu launahækkanir sem að valda þessum óförum í heimilisreikningi ykkar. Ekki kenna mér þetta. Kennið Ragnar og Sonja, þau ber ábyrgð á þessu. Jú, þetta allt okkur að kenna en við náttúrulega höfum verið að benda á það. Ég held að þegar málflutningur með þess eðlis að það teki viðtal við forstjóra fyrirtækis þar sem að hagnaður hefur tvöfaldast á milli ára. Hagnaður sem hefur aukist 100% á milli ára þrátt fyrir gildandi kjarasamning og þær launahækkanir sem þó hafa komið sem að tala það að reka fólk komið til hagvaxtarauka og frekari launahækka, það sé eina leiðin. Og ekki bara það að fyrirtækin að skila rauninni met afkomu, launakostnaðar sem hlutfall af veltu hefur sjaldan verið lægri. Við munum halda þessu á lofti og það verður mjög erfitt fyrir einmitt, talsmenn sérhagsmunaafla á Íslandi og fyrirtækjana að halda fram þessum málflutningi allt sé verkalýðshreyfinguna að kenna. Og það þá bara okkar hlutverk og ég held að það verður svona lykilhlutverk verkalýðshreyfingarna núna næstu misseri og næsta árið að það er að stappa stálinu í fólkið okkar. Við sitjum svolítið uppi með svartapétur, það er að segja svona kyrrsetu eða ríkisstjórn sem að munurinn bara koma sér saman lægsta sannefnarann og við munum fara í gegnum næstu 4 ár þar sem að ekkert verður rauninni gert fyrir fólki sem skiptir máli, heldur rauninni verja sömu sérhagsmenn og búið að verja núna síðustu 4. Þannig að það er þá bara okkar hlutverk í verkalýðshreyfingunni og mun verða og okkur mun takast það að stappa stálinu í fólki þannig að við munum allavega sjá til þess að við munum láta til skara skríða hvort sem að það verður niður á Austurvelli á einhverjum öðru vettvangi þegar fram í sækir og nær kjarasamningum vegna þess að þetta getur einfaldlega ekki gengið svona lengur. Við getum ekki verið með fyrirtæki sem að skila hér, það verða mergsjúga samfélagið, mergsjúga það. Og þetta eru kannski fyrirtæki sem eru til dæmis í eigu lífeyrissjóða, sjáðu tryggingafélög, þau eru á stórum hluta í eigu lífeyrissjóða, Festi er tæplega 70% í eigu lífeyrissjóða, Hagar eru við 70% í eigu lífeyrissjóða, bankarnir,
Það allstaði verið að mergsjúga almenning einhvern veginn og reyna að skella svolítið skuldin okkur. Það verið að selja Mílu og það leggur fyrir. Ég þurfti nú ekki ég þurfti ekki að googla þessar 2 fjárfestingasjóði sem að kaupa Mílu annars vegar og síðan fjárfestingainnviðina hjá Vodafone og Nova. Það er að Digital Colony sem að kaupa af Nova og Vodafone og aftur Ardian sjóðurinn sem að kaupa Mílu af Símanum. Ég þurfti ekki að googla þessar 2 sjóði og þá kemur í ljós að þeir eru að vinna saman í risastórum fjárfestingaverkefnum í Norður-Ameríku. Það er að reka fjarskiptanet og í kringum Denver og fleiri stöðum og þeir vinna saman í slíkum verkefnum að þeir eru ekkert að fara að keppa á litla Íslandi og svo koma þeir allt í einu á sama tíma og gera 20 ára framvirka samninga við þessar 3 risa sem á markaði á sama tímapunktinum og það einhvern veginn segir ekki neitt nema það að þá borga 78 milljarða sem að neytendur munu klárlega fá reikningi fyrir, síðan pluss einhverja ávöxtunarkröfu. Þessi viðskipti náttúrulega anga eins og ég veit ekki hvað. Þannig að við erum bara í súrrealískri stöðu og erum að horfa bara á hluti gerast fyrir framan okkur sem að ég bara á ekki til orðið. Helga Vala, nú erum við aldrei búin að peppa stjórnarandstöðuna upp í baráttu. Þetta. En hvað segir þú sagðir í upphafi að þið hefðu verið að undirbúa svona veturinn og eitthvað verið að gera öðruvísi að síðast. Það raunverulega stjórnarandstaðan að frátöldu Flokki fólksins eiginlega mætir veikari til leiks núna heldur en áður gagnvart sterkari ríkisstjórn. Þannig að hvað er það að gera til þess að? En að einhverju leyti getur nú þó mætt kannski samstilltari til leiks miðflokkurinn sem að skar sig svolítið úr á síðasta kjörtímabili. Hann minnkaði nokkuð og hans þingstyrkur, þannig að ég held að það verði mögulega meiri svona tenging á milli þessara stjórnarandstöðuflokka núna. Þannig að þessi flokkar eiga mjög marga snertifleti og það hefur verið talað svolítið mikið það að undanförnu að ríkisstjórnin hafi fengið endurnýjað umboð og ég heyrði stjórnarliða segja það í einhverjum kjaftaþættinum síðustu helgi að það væri auðvitað þannig að ríkisstjórn væri mynduð af meirihluta og þannig væri það en þá láðist þáttastjórnanda að benda á að það eru fleiri meirihlutar mögulegir inn í þingi heldur en bara þessir 3 flokkar Ef að það væri hér vilji hjá einhverjum af þessum núverandi stjórnarflokkum til þess að mynda raunverulega félagshyggjustjórn, umbótastjórn eins og við höfum talað fyrir á kjörtímabilinu, þá væri það mjög vel hægt og ég held að þessi ofboðslega langi meðgöngutími sem við erum að horfa fram á núna, 8-9 vikur, sé ekki síst vegna þess að þessir flokkar eiga bara býsna erfitt með að ná saman núna. Síðast var það afsakað einhverju hluta vegna með því að það væri einhver stjórnarkreppa í uppsiglingu eftir 4 eða 5 daga stjórnarmyndunar tilraunir hjá vinstri flokkunum. En og þess vegna hafi vinstri græn þurft að fórna sér í þetta samstarf en sú staða eru þetta bara alls ekkert uppi núna. Ég heyrði líka forsætisráðherra tala það síðustu áramót að hún var í rauninni stoltust af þeim verkefnum að hafa haldið þessari ríkisstjórn gangandi. Mig grunar að flokkarnir hver fyrir sig hafi mögulega einhverjar aðrar ambisjónir eða annan metna núna að koma sínum fingraförum á þau verk sem að framundan eru og mig grunar þess vegna að þetta sé svona þungt, að þau séu ennþá að vonast til þess að þau nái einhverju í gegn af sínum málum. En það getur verið býsna erfitt þegar að önnur markmið eru uppi en bara að halda þessum 3 flokkum við ríkisstjórnarborðið. Þegar að önnur markmið eru uppi til dæmis að framfylgja einhverjum af stefnumálum þessara 3 flokka.
að þá getið þetta orðið bara snúnara. Sonja talaði mikið heilbrigðismálin og ég auðvitað með þann málaflokk bara á heilanum eftir að ég sat í velferðarnefnd og stýrði þeirri nefnd. Af því að mér finnst einhvern veginn öskra á okkur að það skortir bara framtíðarsýn og einhverja hugmyndir lausn til skemmri og lengri tíma. Sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað lítur svo á að rekstrarformið eitt muni verða einhver lausn á heilbrigðiskerfinu. Það auðvitað víðs fjarri. Við höfum áratugaskeið sett allt of lítið fjármagn í heilbrigðiskerfið og það bara staðreynd sem við höfum fengið staðfest í skýrslu OECD til dæmis sem að benti á bara hlutfall af vergri landsframleiðslu og þá skiptir einhver máli þó að krónutalan hafi hækkað eitthvað á undanförnum árum. Af því að fyrr má nú vera auðvitað hækkar krónutalan þegar við erum að tala langstærsta útgjaldalið íslenska ríkisins. Auðvitað hækkar krónutalan eitthvað á 4 ára tímabili. Ég heyrði líka fyrrverandi formann fjárlaganefndar tala að það hefðu miklu fjármunir farið til viðbótar. Gylfi Zoëga kom fram með greiningu sína á framlögum til heilbrigðiskerfisins og til Landspítalans á síðustu 20 árum og þá kemur í ljós að raunhækkun á framlagi 0,7%. Þetta auðvitað engin raunhækkun og sóunin í kerfinu að reka það eins og það rekið gríðarleg, hvort sem að ræða bara beina fjármuni eða mannauð eða bara bæði starfsfólkið sem að þarna, það eru 45–60% menntara heilbrigðis starfsmanna í dag að starfa inn í heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Af því þau bara velja það að nýta ekki menntunina sem að þau hafa sjálf og við sem samfélag kosta til, heldur fara bara til annarra starfa og flýja þetta kerfi. Og það ekki að einhverjir einstaka starfsmenn að tala niður starfsemina á Landspítala. Það að stjórnvöld hafa tekið pólitíska ákvörðun að vanfjármagna kerfið ekki í smátíma heldur í áratugi. Það að því að þess vegna kannski rangt sem þú ert að segja að það sé vanti stefnu, því að þetta akkúrat stefnan. Stefnan svo að svelta opinbera heilbrigðiskerfið þangað til að og alls ekki með ópoppaðri baun, mástu. Þá veitum við það, ekki verið með ópoppa heima í Sonju. Já, mér líst vel á það. Það sem ég við að það sem þú segir að skorti stefnu, en þetta stefna. Þetta stefna sem búið að reka svona undanfarin, ég segi ekki alveg 20 ára, en svona örugglega 15+ ár, sem það að svelta opinbera heilbrigðiskerfið til þess að það verði óánægja með það, til þess að skapist tækifæri, verði eitthvað svona kreppa og ástand, til þess að þetta koma fram með lausnina annar ekstraform og einhverju. Já, ég skil alveg. Þetta ekki bara á Íslandi, þetta stefna í alls staðar í heiminum, búið að vera undanfarin 20 ár. Já, en ef við horfum samt á þessa stefnu, þá við vitum alveg að hún gjaldþrota, þessi stefna. Það vita það allir sem hafa horft á hvernig þetta fungerar annars staðar í heiminum. Að rekstrarformið per se ekki að fara að redda neinu þegar þú ert búin að taka ákvörðun að vanfjármagna kerfið árum saman. Og þau eru búin að taka ákvörðun þú ert að gera ráð fyrir að fólk horfi yfir kerfið í heild og vilji gera það sem best fyrir allt kerfið. Já. Þetta ekki stefna sem búin til að fólki sem horfir þannig á hlutina. Þetta stefna sem gerð af fólki. Ef að ég einhverju sneið sem ég nái 1/3 af öldrunarlækningum á Íslandi til mín og ég græði á því, þá mér alveg sama þótt að þetta kosti samfélagi meira eða eitthvað. Ég græði miklu meira. Já, öldrunarlækningar eru reyndar alveg sjúklega vont dæmi af því að það kom líka. Já, ég byrst afsökunar að ég tók bara eitthvað dæmi, þetta var bara dæmi út í loftið, þú getur bara breytt þessu hvað sem Ég ætla bara að taka það sem dæmi af því að það kom skýrsla frá öðrum Gylfa sem heitir Gylfi Magnússon á síðast ári, þar sem einmitt hann var beðinn að skoða og þessi nefnd hans var beðinn að skoða fjármagn sem hefur farið inn í hjúkrunarheimilin. Af því að rekstraraðila hjúkrunarheimila, ég meina elliheimili Grund held ég 100 ára á næsta ári Þannig að þetta ekki eins og þetta sé einhver nýkapitalismi sem þarna bakvið. En það var verið að skoða það fjármagn sem hefur verið sett inn í hvert hjúkrunarrými og það líka bara
verulega vanfjármagnað. Þannig að sko gróðrarstían liggur ekki þarna. En sko sóunin í kerfinu af hálfu hins opinbera með því að hafa ekki hjúkrunarrými til reiðu, sko sóunin þarna. Þetta fáránleg sóun í boði ríkisstjórnar hverju sinni að hafa þetta eins og það Þetta alveg glórulaust, sko. Þetta óbúslega peningar sem verið að sturta út gluggann með því að til dæmis semja ekki við núverandi rekstraraðila fjölgun hjúkrunarrýma þegar Alþingi búið að ákveða að setja 1.400 milljónir í málaflokkinn á þessu ári. Við erum í lok nóvember, þetta var samþykkt í desember á síðasta ári og það ekki komið eitt einasta rými til viðbótar og á meðan bíða 130 eldri borgarar á Landspítalanum sem ættu að fá að vera í meira heimilislegra umhverfi og miklu ódýrara fyrir skattgreiðendur. Þetta bara ótrúlega vitlaust. Og þetta bara óstjórn í boði stjórnvalda. Já. Þannig Sonja, ég brjáluð yfir þessu ástjórn. Sonja, þetta óstjórn eða þetta bara það væri svolítið næf af okkur að halda því fram að þetta væri svona tilviljanakennt og svona því að við getum séð þessa þróun út allan heim. Það sem svona hefur verið fræðið einkavæðingu heilbrigðiskerfisins út allan heim. Það hefur vanfjármagnað opinbert kerfi og sem að leiðir til óánægju og það höktir og skröltir og það búið til svona krísuástand og lausnin síðan aukin einkavæðing og það bara markmið þessara stefnu. Það ekki bara næf að láta eins og það sé stjórnleysi eða agaleysi eða skortur á stefnumörkun. Þetta stefnumörkun. Ég alveg sama, ég held að grunnurinn að þessu sé auðvitað, þú veist, það fyrir bara aftur til 1980, bara minnka ríkisafskipti og markaðurinn leysir öll þessi mál og því miður að þá finnst mér skort oft á það í umræðinni að þú veist, mér finnst þetta svo staðnað, þú veist, að það sé ennþá verið að nota einhvern veginn þessar fyrirsagnir og ég meina, við búum hérna í, þú veist, þetta markaðssamfélag en við þurfum samt að allavega og við hljótum ekki að sammælstu það, við ætlum að læra af reynslunni og eins og í þessum efnum að þú veist, ég meina einkavæðingarnefndin sem þarna í kringu 2001 í heilbrigðismálunum og það ennþá læknastofa sem starfandi þar sem að græða tá og fingri og þú veist, þetta kemst einhvern veginn aldrei inn í umræðuna. Ég átti að má því að við hérna hjá samtökum launafólks ætti náttúrulega líka að koma á því á framfæri en við erum auðvitað stöðugt að reyna og það var líka mjög áhugavert, við fengum til okkar hérna ASI og BSIB sérfræðing á málþing heilbrigðismál og hann var með líka benda á þetta atriði að því að þetta nauðsynleg grundvallar þjónusta að þegar einhver kemur inn og raunverulega bara mergsígur allt fjármagnið út úr hérna stofnuninni, selur húsnæðið og leigir, þú veist, aftur síðan og þið vitið, það hægt að finna alls konar svona leiðir til þess að græða sem mest og svo reksturinn orðinn þannig að hann stendur ekki lengur undir sér og hvað munu stjórnvöld þá gera? Þú veist, þau getur ekki látið bara heilt hjúkrunarheimili hverfa, þú veist, að þá bara taka við því aftur. Þannig að hver þá sparnaðurinn in the end, Þannig að ég hef áhyggjur af því, en þú veist, ég alltaf enn og aftur og ég heyri það þegar við erum í samtölu við stjórnvöld að þetta greinilega mjög pólitískt af því ég að segja að þetta verður að vera miðstýrt. Það verður einhver að vera hérna á toppnum sem hefur alla yfirsýna og getur hanna þjónustuna þannig að hún sé samhæfð og við séum að horfa á hvert fjármagnið að fara og við séum með virkt eftirlit, þú veist, á hverjum pósti fyrir sig. Og þetta finnst einhverjum náttúrulega bara fáránleg hugmyndafræði af því að markaðurinn leysir þetta bara. Já, svo kemur fólk og segir að við séum í blönduðu hagkerfi eins og það eigi að vera blandað rekstraform inn í heilbrigðiskerfinu. Það var ekki hugsað þannig. Kratar 1950 í Svíþjóð sáu ekki fyrir sér þannig. Þeir sáu að opinber þjónusta væri opinber þjónusta og einkageirinn gæti bara rekið sínar ísbúðir og tótið út í business. En núna víglínan hefur flust svo mikið að við erum að tala blandað hagkerfi að það eigi að vera einkageirin inn í opinberri þjónustu en það ekki að tala að blanda atvinnureksturinn að það vanti meiri af ríkisfyrirtækjum inn í sjávarútveg eða ríkisfyrirtækjum inn í verslun, það ekki að tala það. Þannig einhvers staðar hafa, ég veit ekki hvort að það sé allir félagshyggjufólk hérna við borðið, einhvers staðar töpuðust víglínum þar. Þannig að fólk bara komið inn á skurðstofunar að berjast fyrir opinberum rekstri.
Sem líka mjög svona sérkennilegt, þú veist, að ég skil alveg minna eins og læknafélagið, þau vilja hafa valfrelsi og þau hafa náttúrulega verið mjög áberandi í þessar umræðu, en ég sakna þess að það sé ekki sko innlegg frá þeim sem sérfræðingum út frá því hvernig mögulega best að veita þjónustuna en ekki út frá hvað hendar þeim best út frá starfsskilyrðum. Og svo veit maður líka að þú veist, hlutina stéttarinnar sem bara vill vera hjá hinu opinbera og styður það að þau upplifa sig kannski ekki alveg vera svona fylgja þeirra hagsmunum í þessu, en ég einmitt sammála, ég bara mjög hugsi yfir þessum víglínum. Af því að einmitt þegar heilbrigðisumræðan var sem hæst, þannig aðdraganda kosninga, þá er bara hvar erum við stödd? Það átti einhvern veginn þótti fjarstæðukennt til að mistra BSI erum við höfnum frekari einkavæðingu. Þú veist, við getum líka snúið þessu við og sagt bara allt í lagi. Fólk má bara reka hvaða starfsemi sem það vill, en það þarf ekki opinbera fjármögnun til þess. Það bara býður upp á sína þjónustu og athugar hvort það sé einhver eftirspurn. En mitt hvar á línan að vera? Þú veist, ég bara, þegar það raunverulegur samkeppnisgrundvöllur, þú veist, hvort sem það að versla sér vöru eða, þú veist, fara á líkamsræktarstöð eða hvað það er, að þá bara sjálfsagt og eðlilegt að það sé samkeppni það. En þetta ekki raunveruleg samkeppni af því að veikt fólk, það bara að leita sér hjálpar og það ekkert með einhvern katalóg yfir það hver ætlar að bjóða bestu þjónustuna eða hvað hagstæðast og svo framvegis, sko. Ég tala nú ekki á hjúkrunarheimilum, þegar rannsóknir sýna það að þegar þú flytur inn á hjúkrunarheimili, af því að það var svo rík hugmyndafræði, þetta valfrelsi, þegar þú flytur inn á hjúkrunarheimili, þá ert ekki að flytja aftur út. Þú verður ekki svona go shopping í hjúkrunarrými. Þú nefndir hann að læknara, að það til eitthvað sem heitir læknafélag sem ég á svolítið erfiðleikum með að átta mig á því félagi, sko. Hver að tala við mig, sko? Það eitthvað maður sem að reka einkabisnis út í bæ, því að ég þekki lækna eins og, þú veist, sem að vinna inn á sjúkrahúsum og minnst bara eitthvað allt annað hljóð í þeim, sko, þannig að kannski væri bara gott ef að læknafélagi myndi klofna, þannig að við fengjum bara sjúkrahúslæknana sem var að tala fyrir, sko, uppbyggingu opinbers heilbrigðiskerfis eins og til dæmis kennarar gera. Kennarar eru bara að tala fyrir uppbyggingu opinbers menntakerfis og ég meina bæði hér og í Bandaríkjunum þá eru kennarar í verkfalli vegna þess að þeir vilja fá sálfræðinga inn í stofuna, inn í kennsluna og meiri stuðning inn í við nemendur, þannig að þeir eru bara að berjast fyrir að kerfið haldi lífi. En mér finnst það svona, ég næði þessu ekki alveg inn í heilbrigðisstéttunum á Íslandi, sko. Það vantar líka bara mjög tilfinnanlega eftirlit með rekstri heilbrigðisþjónustu. Það eru 4 starfsmenn hjá landlæknisembættinu sem að sinna eftirliti með allri heilbrigðisþjónustu á Íslandi með öðrum störfum og það sér það hver einstaklingur og það ekki fullnægjandi, þetta eru mörg þúsund einingar. Og þannig líka á þetta að vera hjá Sjúkratryggingum Íslands sem á að hafa eftirlit með bæði kostnaði við aðgerðir, hvaða aðgerðir eru framkvæmdar hvar og ekki síður á eiga sjúkratryggingar að kostnaðar greina verkin og þar líka algjör vanmáttur til þess að halda utan þetta, að það sé ekki verið að framkvæma einhverjar aðgerðir sem eru óþarfar og rukka umfram það sem eðlilegt eins og ég heyrði af tannlækni hér í borg sem með 6 eða 9 stóla sem eru fullir stanslaust allan daginn og það einn tannlæknir sem hleypur á milli stólana. Við vitum alveg hvernig það fer. Herðu Ragnar, það eitthvað í þessu samtali sem svona eins og svona víglínan sé skrítin. Sonja þarf að afsaka sig 14 sinnum við að segja þessi stefna BSB að vera á móti aukinni einkavæðingu sem eiginlega bara sko normal skoðun sem eiginlega bara það að færa rök fyrir henni með rannsóknum í Svíþjóð, í Bretlandi og fleira að einkavæðingar skila sjaldan sko lægra verði fyrir skattgreiðendur, sjaldan betri þjónustu fyrir kúnnana og eru bara og eru yfirleitt búið til verri vinnustæði fyrir þá sem að vinna. Þú ert svolítið að tala að við búum svona við þjóðræði, þar sem að vera að skræla fyrirtækina innan, að þeir sem eru raunverulega bara að selja innviðina út og græða á því og borga sér arð og taka tryggingarsjóðina upp úr fyrirtækjunum og greiða sér arð og þú lýsir svona í Íslandi sem svona þjóðræði. En ef maður hlustar á fréttir og svona huggulegri umræðu þetta heldur en þennan,
að þá ekkert verið að ræða út frá þessum grunni, þá verið að ræða hér sem bara allt í góðu standi og við höfum að fagna góðum hagnaði bankana, þetta er rosalega Arion-banki rekin vel, þó svo að kannski frá þinni orðræðu hljómar það eins og sko Arion-banki að taka sko kannski þrísvöld meiri hagnað heldur en er réttlætanlegt af kunnum, sækir náttúrulega peningana bara þangað til fjölskyldnanna og fyrirtækjana. Þessi skekkja svona í því sko hvar umræðan að því maður ætlar að tala hlutina svona sirka eins og þeir eru, að þá ekki sko útgangspunktarnir í fréttum og umræðu eru bara ekki þarna sko. Þannig að þú hljómar alltaf svolítið eins og svona hrópandi í einhverju eyðimörk. Hvernig verður það, Ragnar? Já, auðvitað finnum maður það svolítið að maður sé svolítið hrópandi í eyðimörkinni, en ef ég hefði ekki trú á því sem ég að gera og hefði trú á því að mögulega hafi þetta áhrif á einhverjum tímapunkti og fólk fari að átta sig á alvarleika málsins og í meira mæli heldur en virðist vera, að þá var ég löngu hættur öllum tilraunum og skrifum í það áttina að reyna að upplýsa fólk allavega þá sýn sem ég hef á þetta kerfi. Það þetta markas ég kannski einkavæðingu, við köllum þetta kannski frekar markaðsvæðingu, þá erum við í svolítið sérstakri stöðu þar sem að kjörnir fulltrúar okkar á þingi og almennings fara nú til dæmis með og hafa mikið að segja varðandi eigendastefnu bankana á sama tíma til dæmis og verið að brýna fyrir verkalýðshreyfinguna sína ábyrgð. Og hér gangi ekki að hækka laun eins og gert hefur verið og þetta sé allt kjarasamningum að kenna, atvinnulífið hafði samið af sér þrátt fyrir allar tölur og allir hagvísar bendi allt aðrar áttir og sína rauninni ástæðurnar eru allt aðrar heldur en beina launahækkanir. Bara til dæmis það að hér sko síðustu 12 árin hefur kaupmáttur launa verið það bil 4% á ári og verðbólga verið innan þeirra marka sem Seðlabankinn hefur sett sér. Það er að segja verðbólgumarkmið og það er að segja verið sögulega mjög lág. Síðan vitum við það líka að það eru húsnæðisverðið sem hefur verið að keyra upp verðbólguna. Húsnæðið hefur hækkað 17% síðustu 12 mánuði og hefur langmestu áhrifin þar og svo verið líka ytri áhrif á verðbólgu. En ef við förum aðeins kannski aftur yfir í þá kjörna fulltrúa sem að geta haft áhrif á eigendastefnu bankana sem að hefðu átt að sýna aðhald þegar að við erum að fara í gegnum mjög sögulega kreppu sem er COVID-kreppan, þar sem að við erum með þessa öfga, það fylgta fyrirtæki sem að vissulega eru á bjargbrúninni og öðrum hefur aldrei gengið þessu vel. Við erum með félagsmennina verkalýðshreyfingarinnar sem að hafa vinnu og hafa það bara tiltölulega gott og hafa ekki fundið mikið fyrir einhverju kreppu og meðan aðrir sem hafa mist vinnu eða orðið fyrir tekjufalli eru í skelfilegri stöðu. Við erum komið með þessa svona, þetta er mjög snúin staða að mörgu leyti, en ef við horfum á þetta í stærra samhengi, þar sem að til dæmis lífeyrissjóðir eru stærstu eigendur stærstu fyrirtækjanna. Og arðsemiskrafan sem er gerð út í samfélagið, hún virðist vera algjörlega á skjön við tilgang lífeyrissjóðanna sem er ekki bara hámarka arðsemi. Lífeyrissjóður eiga hámarka arðsemi fjárfestinga sinna með langtíma hagsmuni sjóðsfélaga að leiðarljósi. Og hver eru sjóðsfélagar lífeyrissjóða? Það eru þeir sem byrja greiðin í lífeyrissjóðu 16 ára og gera það síðan og eru sjóðsfélagar til dauðadags, hvort sem þeir náðu því að taka einhvern tímann út úr kerfinu eða ekki, að þá erum við greiðandi sjóðsfélagar miklu lengur heldur en við erum að taka út úr kerfinu. Það er að segja að hagsmunir sjóðsfélagar hljóta þar að leiðandi að vera lífsgæði okkar frá degi til dags. Og þegar við horfum bara á tölur, til dæmis eins og að lífeyrissjóðirnir voru með 675 milljarða í fjárfestingatekjur á síðasta ári. Ef við horfum á arðsemi fyrirtækja eins og til dæmis Festi, sem hafa verið að tvöfalda hagna sinna á milli ára þegar kreppir að hjá fólki. Bankarnir hafa aldrei grætt eins mikið og greiða sér út arð. Tryggingafélögin er að fara í bótasjóðuna sem að rauninni bara mun halda áfram að þrýsta upp álagningu. Það er fákeppni út af þessari stöðu. Við erum að horfa upp á það að lífeyrissjóðirnir eru algjörlega óvirkir eigendur í mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins, þar sem að við erum að til dæmis að horfa á stoðir
þar sem að eigendahópur og menn sem að koma þar að eru nú þjóðþekktir, þjóðnýðingar sem að voru atkvæða miklir hérna í aðdraganda bankahrunsins sem að afhjúpaða eina almestu svikamyllu bara í Íslandssögunni þegar kemur að fjármálagjörningum. Þarna eru sko sömu persónur og leikendur í mörgum af þessum fyrirtækjum eins og í Skeljungi, þar er verið að tæma félagið innan. Þetta er allt gert af fjárfestingarsjóðum sem er í miklu minnihluta en verðast vera algjörlega ráðandi í félögum sem að lífeyrissjóðirnir eiga. Ragnar, þetta kynnt alls staðar sem bara góðar fréttir. Það er þess að þú ert að segja séu slæma fréttir, að það eru gefin út bara hér, ég svo mörg viðskiptablöð á Íslandi og Vísir er komið með 2 viðskiptamiðla inn í sig. Það eru markaðurinn á Vísi og svo eitthvað innherji held ég, svo viðskiptablaðið og það er Voggin með viðskiptakálf og Fréttablaðið með viðskiptakálf og allt þetta fólk er að segja okkur. Allt sem að Ragnar er að segja séu svona merki hnignun og eyðileggingu eru frábæra fréttir. Það er ekkert betra sem getur hent í íslenskt samfélag en ógnargróði í fyrirtækjana. Því að þannig byggjum við gott samfélag. En vittu til að við vitum svo sem alveg öll hver borga reikningin, úr hvaða vössum þessi hagnaður er tekin, hverju muni svo borga brúsan þegar illa fer og þarf að bjarga síðan öllu. Ég fór til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum vikum síðan og með hópi fólks úr verkalýðshreyfingunni og líka innan úr lífeyrissjóðakerfinu. Það sem við heimsóttum stærsta lífeyrissjóð, meðal annars, stærsta lífeyrissjóð Danmörku sem heitir PFA. Hann stýrir eignum sem eru á bilinu 12-13.000 milljarðar sem eru það bil 2-falt íslenska lífeyrissjóðakerfið að stærð. Og við heimsóttum líka fleiri stóra lífeyrissjóða. Þetta er einn lífeyrissjóður sem er meira en 2-falt stærri en íslenska lífeyrissjóðakerfið sem er 6.400 milljarðar að stærð í dag. Þessi lífeyrissjóður, hann er til dæmis að fjárfesta í 9% af öllum sínum eignum fara í uppbyggingu á húsnæði. Uppbyggingu á húsnæði til þess að tryggja fólki aðgang að öruggu og hagkvæmu húsnæði en gerir hóflega kröfu á móti. Þeir eru líka, byrjuðu núna fyrir 4 árum síðan að hefja uppbyggingu á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða. Það er bara, ef við horfum bara í kringum okkur, af því við erum alltaf að bera okkur saman, þetta er bara allt undir hugsun. Þarna er verið að hugsa samfélagslega og þeir hugsa að þegar þú ferð á lífeyri, þá þurfum sjóðurinn líka að taka tillit til þess að lífsgæðin eða lífskjörin séu með þeim hætti að það sé þessi virði að lifa. Og þetta er mjög mikilvægur punktur sem að við í verkalýðshreyfingunni þurfum að fara að endurskoða og endurhugsa lífeyrissjóðakerfið okkar, að þetta snýst ekki bara að þrýsta upp ávöxtunarkröfunni til þess að fá fleiri og fleiri krónur til þess að standa undir síhækkandi kostnaði við að lifa. Við verðum að fara að hugsa þetta í stærra samhengi vegna þess að valdið er fólksins. Við kjósum ju Alþingi og ég held að kjósendur hafa bara því miður gert stórkostleg mistök í síðustu kosningum, því miður. Og ég held að það eftir að raungerast núna í næsta stjórnarsáttmála og þegar framlíða stundir þegar kemur að gera kjarasamninga að þá höfum við ennþá glugga til þess að láta í okkur heyra þegar við förum inn í næstu kjaraviðræður. Við þurfum að beita lífeyrissjóðunum, okkar afli, við eigum þessa fjármuni, við eigum að gera þá kröfu til lífeyrissjóðun okkar sem eru eiga öll fyrirtækin á Íslandi að það sé gerð hófleg krafa. Og sérstaklega þegar verið að kalla eftir ábyrgð verkalýðshreyfingarinnar að vera ekki að fara fram úr sér í launahækkunum sína ábyrgð, hér kreppir að og hér sé staðan svona, þetta hrikalega slæmt og þó sé það náttúrulega ekki, að þá eigum við að gera líka þá kröfu á atvinnulífið, bankana og fjármálakerfið og stjórnvöld að það taki þó allir þátt í að sýna þessa ábyrgð. En við vitum að það náttúrulega verður ekki, en við vitum þó að neytendur bara eins og Salan og Mílu, þessi 78 milljarðar. Ég fagna því til dæmis að Oddný Harðardóttir hefur verið að spyrja spurninga, bara sömu spurningu og ég hefur verið að spyrja, hvernig ætlar Ardian-sjóðurinn að ná þessum peningum tilbaka? Hvernig? Og með hvað mikill ávöxtunarkröfu?
það eru mörgum spurningum ósvarað vegna þess að við erum að horfa á ekkert ósvipaða atburðarás og gerðist hér í aðdraganda hrunsins, bankarhrunsins, þegar til dæmis Landssíminn var seldur á einhverju svakalegu verði, en auðvitað hrundi þetta allt og kaupendur Landssímans á sínum tíma stóðu náttúrulega aldrei undir því þegar uppi var staðið að borga fyrir þetta vegna þess að lífeyrissjóðirnir voru látnir fjármagna kaupin, alveg eins og það verða að kalla eftir því að lífeyrissjóðirnir fjármagni kaupin á Mílu með þessum nýja fjárfestingasjóð. Við þurfum einfaldlega verkalýðshreyfingin og ég verða að kalla eftir því að stíga bara á fullri hörku og miklu meiri festu inn að lífeyrissjóðunum og kalla eftir því að þeir fara að fjárfesta samfélaginu til góðs en ekki að skreyta sem einhverjum 580 milljarða fjárfestingum, grænum fjárfestingum til framtíðar þegar allt logar stafnana milli í íslensku samfélagi og þá sérstaklega húsnæðismarkaði. Þetta er náttúrulega galið. Vonandi gengur vel það því það er náttúrulega þannig ef þú átt 6.400 milljarða inn í íslensku samfélagi og hluta til erlendis, að þá er langbesta fjárfestingin að byggja gott samfélag. Það er eiginlega líkurnar að því að þú getur geymt peningana þannig. En það er ekki gert með því að reyna að ná hámarkshagnaði út úr einhverjum dólgakapítalisma. En ég ætlaði að því að þið eru raunverulega öll þannig að þið eigið að hafa ykkar bara sér þátt. Ég get alveg talað við hvert ykkar bara í heila klukkutíma. Þannig að þetta er eiginlega alveg ómögulegur þáttur hjá mér. En það er ein spurning sem ég ætla bara að fá enda með sem að Ragnar sagði. Hann sagði nefnilega að kjörnir fulltrúar mótuðu stefnu Bankasýslu ríkisins og þar með hvernig ríkisbankarnir eru reknir. Kannast þú við það, Helga Vala? Er bankastefnan á Íslandi svona þitt höfundaverk? Nei, ég held að ég verði nú að mótmæla því örlítið. Við höfum nú svona staðið okkar plikt þegar kemur að því að mótmæla til dæmis sölu á Íslandsbanka og ég veit að Ragnar hefur alveg heyrt í okkur. Ég hef heyrt hann tala um það og þannig að hér er ekki rekin stefna Samfylkingarinnar þegar kemur að því að selja grunninnviði, hvort sem er að ræða banka eða annað. Það er það ekki. Bankasýslan er ekki bara eitthvað skúffa upp í fjármálaráðuneyti? Er þetta ekki eitthvað, það heyrir ekkert undir þingið? Mér heyrist það. Mér heyrist það að miklu leyti á því hvernig þau svona tjá sig. Ég held að það sé það. Já, eins og ég sagði áðan að þá er ábyrgð á ýmsu sko, en ekki sölu Íslandsbanka, nei. Og ekki sölu grunninnviða, nei. Eins og ég segi, þá eru gestir mínir í kvöld svona þetta súpergrúpa. Þetta eru allt fólk sem á bara skilið að fá eitt svona klukkutíma þátt bara spjallaði þig. Ég ætla að reyna að ná þeim seinna. Ég er nýbúin að tala við Ragnar í heilan klukkutíma, það var mjög góð þáttur. Þannig ég fæ kannski heyra í ykkur, Helga Vala og Sonja einhvern tíma seinna. Þannig að þið komið svona betur að í þessu þætti. En mér finnst þetta áhugavert og skemmtilegt og þakka ykkur kærlega fyrir, Helga Vala, Ragnar og Sonja og ég þakka þeim sem stöldur við og hlustuðu kærlega og svo verður rauða borðið á morgun aftur klukkan 8 annað kvöld. Takk fyrir í kvöld.